Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þetta Pepsi Max strákar. Vitið þið það? Ja. Ég hata ekkert Pepsi Maxið, sko. Svo það sé sagt. Var eitthvað úr þessu viðtal við Styrmi, að þið verður konur í lofti strákar, og þessi fyrir varlega, var eitthvað þessu viðtal við Styrmi sem að þarf að heyrast? Eða getum við bara kótaði það? Það er eitthvað að horfa á? Hann svona svo sem saði bara leið og hann tók við, þá var hann búinn að hugsa þetta. Já, það var alveg verið það. Maður heyra aðeins síkustökumir. Ekki hans maður, heyrist ít í mér að? Já, hann bara heyrist að hann hafði engan að hóa starra með hann. Nú, ég svo sem alltaf lægi að, svo getur tekið inn á eftir að, minnst alltaf lægi að allavega þeir lítið allavega ekki einhver einu úrslit eitthvað ráða öllu, þú veist. Nei, þetta var bara svona heildarmyndin einhvern veginn. Já, það var bara heildarmynd, þannig að þú veist, þetta er þó allavega einhver svona reaksjón við einhverju tapi. Já. Nei, þetta er ekki emotional ákvörðun. Já. Það er rétt. Og maður sjá þannig að ég var að hlusta á rosalega komment sem voru senda á mig í Albert, þegar við vorum að deila Paraguay-lið. Já. Ég held ég var að vinna þann barda eftir fyrsta leikinn. Nei, það heldur betur ekki. Nei. Harðir. Já, þeir eru harðir. Ég sagði að þeir eru harðir, há hlegið og eitthvað. Já, ég setti stórt spurningmerki við það. Maður sjá. Þetta er reyndar algjör. Þetta er erskið þá æla hana. Sjá. Ég ætla að leifa svo markmann og hafa skoðun á þessu. Já, ég Ég ætla að gera það, leifa mér að mikla skoðun á þetta gaman þegar ég fæ að hafa smá líka skoðun. Já, það er svona ákveðin markvara klúbbur alltaf í gangi svona. Þeir standa svolítið saman sko. Þeir sjá stundum einhverju hluti sem við hín sjáum ekki sko. Nei, það er ekki ágjöra því. Nei. Maður sjá. Ok, erum við sáttir strókar? Við erum góðir. Er eitthvað strókar, er eitthvað aðra nýja fréttir? Kannski eitthvað, sko, því að ég hef ekki rætt okkar megin Jasunda. Já. Þú veist, bara eitthvað. Já. Hann bara valdi þetta. Hann valdi þetta. Þeir eru allir inni. Þeir eru hérna. Við erum með allt á reynu, ekki? Ok. Ef ég gleymi einhverju strókara því að maður er svona smá að jafna sig að tíðanbeltinu, þá með ég láta mig vita. Ég ætla að klósti áður í byrja. Cool. Ræði nú eitthvað skemmtilegt áður en ég lampa áttur inn. Já. Við Albert, við skemmtum okkur alltaf saman. Það er varlega samt ég og minn. Já, ég var að varlega. Það er mér oftinu. Ekki tala eins og tala venjulega. Já.
Ræðum Val í róliðindunum. Það var nú eldræða hjá þér, Albert, í gær í stúkunni. Svona eldræða. Já, ég vissi að ég þyrfti að tala mikið. Svona með mér var ekki að fara að koma þetta. Já. Það var náttúrulega skemmtilegt að hann sagði sko að Kjartan Atli náttúrulega að stýra þessu og vandaður góðu maður, okkar besti, en það var svona, horfði svona bara þig, Albert, ef þú getur tekið okkur gegnum þetta. Það var svo skiljalegt. Skiljalegt fyrir kallinn. Fyrir Dóra, þar að segja. En ég ánægður með Flókin staða líka fyrir Kjartan sem host. Mjög, það það sem ég að segja. Þetta var svona En eins og segið, bara allir þessu út í byrjun, svo bara búið, skilur og svo tókum við umræðuna og það var bara myndaðalinn á þér. Ég held að það eru best að klára þetta í byrjun fyrir Dóra líka, sko. Já. Þú veist, þannig að hann ekki með það í kollinum allan þáttinn, eins og við höfum tekið þetta bara undir lokina eða eitthvað. Þú settir hann smá Dóra minn on the spot og sagðir í lokin í lok eldræðunar og sagðir að þú voru að passa á að velja þinn einu aðstofmann. Og hann eitthvað, já. Ég meina það líka. Já. Það ekki vænt hann, ég bara að hjálpa hann. Já, þetta kongur, ég vil hann. Mikil Chelsea maður, veist það? Já, ég veit það. Segðu mér alveg satt, hversu lengi vaktur yfir leiknum í gær, Hálfur Marko? Ég náði fyrir áleik. Já, ég sofnaði eftir hálftíma. Það? Já, ég náttúrulega fyrir áleikunum var ekki mikið að frétta, sko. Þannig ég skil alveg að hafa sofnað. Já, og sko, svo vakna rumska í eitthvað meitt fljótlega í seinni, hann bara fór upp, sko. Já. En svo náttúrulega, þú veist, þetta vandla, Axoni var í seinni. Ég þarf að klára seinni áleikin eftir. Í stofunni í kvöld. Já. Þú erum að gera hann upp. Emitt. Þannig að það er late night. Er eitthvað að frétta þarna á .net sem maður getur séð núna svona rétt áðan fyrir mig loftið það? Heldur fáum eitthvað frá hemma? Nei. Heldur ekki? Ég held að hann veri bara rólegur. Let's go. Já, nei. Heldur hann komið ekki neitt? Gera hann einhvern tímann ekki núna, held ég. Hemmi? Þú veist. Heyri Hemma, ég þekki Hemma. Fyrir þjálfur að Háká, gerir frábæra hluti. Já, fyrir þjálfur Fylkis, gerir frábæra hluti líka. Já, ekki stóð sér fínt í Háká. Þetta fjall með okkur undar. Sjáðu, við töpum í úrslitaleik fyrir Keflavíkurliðinu sem er bara svona miðlungslið í Böstliðinu. Já. Fælti hvað er bara magnað að lið sem er í 5. sæti í B-deild geti plummast svona auðveldlega í Böstlild árið eftir. Finnst ég þá líka hvað þið voru þá að spila illa framan á síðast tíðanbyrg Keflavík. Já. Eða voru bara að hugsa að toppa réttum tíma. Svo var það, ég vilt vera bara fótboltaleik að vinna á. Var Max til það? Það var ekki til Max, ok. Við erum með vatninu hér. Það er vatnið. Það er vatnið. Dr. Fútbolbrúsin hérna. Svörtu sandarnir. Já. Ekki að Eru krakkarnir allir farnir núna á móti þarna í Orkumóti? Á Víla. Ég ætlaði að fara að selja minni, sko. Já, svona 30. Góðan daginn, Epic America. Dr. Fútból komin heim frá Miami. Sendi aftur hlýjar kveðjur á vini mína hjá Epic Bet fyrir að senda mig út til Ameríku og anda þessu að mér. Andinn í þessu móti stórkostlegur og ef þið myndu bara hlusta á meginströmsmiðlana, þið viti ekki hvað í gangi, þannig að allt meiri áttar. Sá að greiði landsþjálfarinn, hann var eitthvað lítill í sig fyrir mót og svo mikið að neikvæðum fréttum fyrir þetta allt saman. En sem vonandi hann búinn að taka gleðið sína. Vá, því ykkur andi í Ameríku. Það líka svo mikil gleði meðal Skechers manna. Þeir áttu stóra playið í NBA í ár, fyrsta skipti í sögu Skechers. Bara Skechers sem vann NBA. Það var þetta stóra play hjá
þessum, hvað heitir hann, OG Anunoby í sketcherskónum sem tippa honum onni í Game 4 og Það var epic moment. það var epic moment heldur betur og fjörið hjá Skechers, það verðist bara alltaf að halda áfram, hún hérna í Modern Family er hún aðalambassadorinn þeirra, Vergara. Sofía Vergara. Já, Sofía. Wow, Sofía mín ef maður bar virðingu fyrir latínókonunni fyrir, Já. eftir að fara að HM og fylgst með Brasilíu og Kólumbíu, þá er svo virðing, hún er bara hérna. Ég er spáðið bara að búa til svona aðeins öðruvís inni sko, tilengaða Latino woman. Það var gaman að fá svona þegar hann Hjammi var að flýsa lögin á þessu í þættinum daginn. Það var skemmtilegt. Þetta er einstakt. Það var einstakt að kynna sér þetta talandur Latino, þá var það regluvörðurinn. Farðu og kynntu reglunar í gólfinu og þú getur unni ferð fyrir 4 til Spánar. Vörður líka alltaf með góltryggingarnar og allt þetta. Tjekkið á því. Þannig að farið inn á regluvörðin. Því að ferð fyrir 4 og pældi hvað gaman að geta hringt bara í 3 vinni sína og sagt bara, herri, við erum á leiðinni út. Bossilmurinn út allt. Og það er ekkit að sko trubla þá að vinni junior og spila ógeðslega vel. Þarna Levander Ilmurinn heitir þetta, það sem við köllum bossbeint í mark. Hann er að spila hrikalega vel. Já, mjög góð. Hann er þarna út allt að representa þetta. Heyrði í steppa Casio rétt á hann í klukkunni. Það er mikið fjör þar, náttúrulega alltaf mikil nýjung hjá Casio og nóg að vera þar. American Style, ég minna á Soccer Style borgar. Ég er hins vegar komið hugmynd að hamborgara. Nýjum? Já. Ok. 2.0. Sleppa brauði, laukur sikkurum megin og svona kramið. Þetta er In-N-Out Burger. Ef þú skrifa In-N-Out Burger Flying Dutchman, ég ætla að gera svona og ég ætla að hann heitir In-N-Out Burger og hérna heitir Það er til eitthvað svipa koncept sem heitir líka low carbs dæmi eitthvað. Sjáðu þennan. Já, þetta endar held ég bara svipa á Dominos pælingi. Það er shit alltaf. Ertu ennþá að reyna að losa þig við hennar gáminn? Það segja reitt. Ég er ennþá að reyna að losa gáminn. Ég get sagt þér alltaf því ég hitti Bjarni Ármannsson sem á Dominos. Þetta er ekki gyrnilegt. Þetta er ógeðslega gott víst. Já, þetta er víst alveg fáránlega gott. Þannig að þú bara skiptir brauðinu út fyrir lauk. Já. Ef við tölum þetta bara svona, krifjum þetta. Já. Ég er ekki spenntur. Nei, sitja eftir Sofía Vergara í Skechers fyrir skjáðan. Næsta spurning, hún kemur frá 66 gráðum norður, Dóttarfútból með 66 vandamál og það er að sjálfsögðu. Stráka getið snúið skjánum hérna að mér þannig sjáu kommentin frá þessu góða fólki sem er að henda þessu á mig. Sko, spurningin er þessi, hvert er eina liðið á þessari öld sem eru orðið heimsmeistari og unnið leiki útsláttarkeppni eftir það? HM eftir? Já, sem eftir að hafa heimsmeistari og unnið leik. Hvert er eina liðið sem eru unnið leiki útsláttarkeppni? Útsláttarkeppni? Eftir að hafa orðið heimsmeistarar. Frakkar, 18-22. Já, og eitt annað. Og eitt annað? Já, fyrirgjöð, það er eitt annað. Já, byrju, ok. Brassar, 2006. Já, þú veist, við erum bara að tala eftir á. Já. Eftir að Spátn vann 2010, þá er aldrei unni leiki útsláttarkeppni. Og sam Þjóðverðan undir vesinni. Þjóðverða 2014, aldrei unni leiki útsláttarkeppni. Ítalía, 2006, 20 ár af sársauka. Fáránleg tölfræði þarna. Ég var bara ekki alveg að skilja þessu spurningu, sko. Þetta er... Já, skilur þetta ekki? Já, dísilvélinn. Klukkan er bara 5:10, sko. Ég var bara að benda á þetta þegar fárán þetta Þýskaland. Þetta er Þýskaland, sko. Já, þetta er Þýskaland. Já, skoðum þetta allt saman með Teija. Já, Akureyri Backpackers Teija er viðskipta. Ég er bara staðvíkurar hjá Teija. Nóg af spurningum þarna hjá á YouTube og út allt. Þakkláttir fyrir það. Já, stóru úrslitin í gær voru þau að Paraguay sem að Dóttarfútból talaði eins upp sagði að vera harðir og hlegið. Þeir eru búin að henda Þjóðverjum út. Já. Herri. Viltu afsökunarbeiðni frá mér eða? Nei, það er enga. Það var ég var einn af þeim sem að
Varst það þú sem varst Já, ég fór aðeins í hafleið svona með ást Það er ekki merkilega á pappinum og svo töpur sem fyrsta leik illa þannig að Heyrðu, ef að fara í hennan leik og þið verða að hafa þetta aðeins stærra, ég sé ekki svona vel. Nú, þjóðverðin er náttúrulega 100 sinnum betri en Paraguay. Það þarf ekki að ræða það neitt sérstaklega. Við fáum þetta moment, segjum bara hlutin eins og þeir skora þarna Paraguay 1-0 og svo jafnað 1-1 frá mark Kai Havertz eftir sendingu frá Florian Wirtz. Já. Ok, svo skora þeir sigurmarkið Þjóðverjar. Þá er þarna stelpa frá Nicaragua sem ákveður að senda hana Marokko í skjáin. Já. Sem er, þú veist, auðvitað, hvað ákveður þetta er dómarinn? Þetta er bara hlut. Heyrðu, það er bara kveikt í leiknum hana. Þetta er bara fáránlegt. Já, maður sá ekki að Paraguay hefði getað komið tilbaka eftir þetta. Það hefði bara ekki verið séns af því yfirburðinni voru það miklir í leiknum. En þetta var orðið þannig og þeir voru líka farin að þreytast Paraguaynir. En ég er sammálaður. En sko, þarna vill maður sjá. Nei, þarna vill maður sjá. Stóra mál í þessu. Það var enginn að biðja neitt. Vertu bara harður dómarinn. Já, en þú veist, þarna er bara einhver frá Nicaragua farið skjáin. Farið skjáin? Why? Svo bara ef þú horfir á þetta nógu oft, bara eins og Vestamarkið í ár á móti Arsenal. Ef þú horfir á þetta nógu oft, þá getur þú fundið brot. Það er bara það. Sko, það er að finna í Hjörvar. Það bara einu sinni, sko, en þetta er ekki neitt. Ég sé ekki brot, þó að ég fari, þess að segja bara dómarinn, fer í skjáin og horfa á þetta. Anton stendur bara. Já, þess að dómarinn bara segja, herðu, bara takk en nei takk. En af hverju, þú veist, hann er hún frá Nicaragua. Þú veist, þetta eru 2 kalldýr að berjast þarna og bara einhvern veginn, hún sér þetta og hún sér eitthvað sem enginn sér. Hún er bara eins og Daniel August hérna á Eurovision árið. Ég veit ekki hvort það sé bara eitthvað stress eða eitthvað, hún í rauninni vill bara vera viss það að það sé ekki verið að taka ranga ákvörðun á þessu mómenti, en guð minn almáttugur, þetta er bara í rauninni, þetta er nixli, þetta er bara löglegt mark. En af hverju er svona mikið að hendi sig verið á hana? Það er dómarinn sem tekur ákvörðuna af því að hún er kalla það er það sem ég er að segja dómarinn að vera harður og bara segja nei við erum að horfa á þetta hérna hann tekur loka ákvörðuna ég veit það, en það kalla í HM, ég veit ekki hvort þú eru að fylgjast með þessu ég er búin að fylgjast eitthvað með þessu móti í þessu work from home hann að það er samið work from home þú veist, það hefur ekki tíðkast í þessu móti að henda mönnum í skjáin. Dómarinn á vellinum hafa verið að dæma leikina. Já, allt í lagi. Ok, það er rétt hjá þér. En hann fer samt í skjáin, það sem ég er að segja, við erum að horfa á þetta hérna núna, við erum að sjá slow motion, við erum að sjá fullt að klippa þessu og þetta er bara aldrei brot. Og hann fer og tekur það ákvörðun. Ekki hún. En það er verið ídónum í áttina þessu ákvörðun. Það er rétt, en þá þarf bara dómarinn líka þóra að vera harður. Já, ég meina, Marokko finnst ekki leiðilegt að fá hans að fokka í þjóðurum, sko. En það er þetta bara state of Germany í dag. Ég las þess að frábæru fréttin eða semst grein inn á Bild í dag eftir Marion Horn og þeir sem eru að fylgjast með YouTube geta séð hana. Þetta segir bara svo mikið ástandið í Þýskalandi, hvað allt er ömurlegt þarna. Efnahagsmálin í tómurugli, bara allt sem kemur á Þýskalandi í dag. Samgöngumálin í hræðilegum málum. Það er allt það þekki ég á eigin skinni. Þetta er declining, það er svo rosa decline þarna og bara fótboltaliðið það representar þetta eins og hún skrifar í þessari frétt. Hörmungarnar er ekki bara bundnar við efnahagslífi og Evrópusambandi og allt þetta bull sem er í gangi. Þetta er bara út allt. Og Þýskaland, einu sinni, þetta glæsilega land í tómu tjóni með þetta Julian Nagelsmann sem þjálfara. Maður sér að mikið að Liverpoolmönnum hafa verið að líkjónum með Arne Slott, þetta tempóleysi og annað slíkt. Það er líka bara að Didi Hamas skauta á hann og sagði maður sem horfir ekki einu svona leikina. Já, mér finnst þetta, þú veist, hann er með Kimmich hérna í hægri bakverði sem að færi sem vísur á miðjuna, aðeins það var sem þetta rúla eins ræðir gegnum hann. Anna líka, sem sagt þessi Jamal Musiala, hann alltaf var einhver meiðsli eða ekki sem var settur ástæðan fyrir því, af því mér varst líka hann verður að vera þarna inn á í þessu, til svo að hlutinni gerist eitthvað hraðar en voru að gerast. Sane virts á vængjunum, það finnst mér bara rosalega óspennandi. Havertz bara besti maður þeirra. Sane er búin að vera mjög ósamverdi í svolítið tíma, bara, þú veist, einhvern kemur bara sóknar minn, þetta er skrítin hópur, þetta er ekki, þú veist, auðvitað er að vinna Paraguay, en við höfum séð miklu betra tíslið
áður. Mér varst líka alveg, það var annað framlegging og þá var bara Arnar Gunnlaugsson að tala match-upi við frakkana sko í réttan vítaspyrnukefni á sko. Já, hérna, Má bara eitthvað, okkur er að fara að ræða það núna, er ekki vika í leikin? En já, hann var að tala um, myndi gera sko, en eins og Eiður Smári kom sér líka inn á útsendingunni, þú veist, fótbolta áhuga maðurinn vildi frekar fá í rauninni, þú veist, þetta match-up Þýskaland-Frakkland, þannig lagað, en að sama skapi, þeir unnu fyrir þessu Paraguayar, eins og segja, voru harðir, voru bara með mjög skýrt plan, identity, það er frí í Paraguay í dag alveg fórseti hann bara lýsti við frí Hefði ekki verið að setja Pascal Gross inn á til að taka víti ekki Pascal Gross hörku vítaskipta Jú, hann tökur víti fyrir Hefði ekki Brighton verið að bara setja hann inn í hafsendi fyrir Rúdiger bara til upp á sendingar og annað slíkt því að þeir voru ekki bara að ógna eitt eða neitt Paraguay menn hann á síðustu tímyndurum Balbuena sem kom inn á Fabian Balbuena sem kom inn á hérna bara á 5 mann sem kom inn á Paraguay hann kom inn og bara alltaf víti og klúraði þetta var náttúrulega ótrúlega vítaspyrnukefni Já þú veist bara þeir fengu 2 sjensa til að klára þetta þá skýtur hann fyrst framhjá og svo Verneuer þá hélt maður þetta væri komið þá kemur Jonathan Tah og bara tekur markspinn bara neglir honum yfir þá fengu við 3. sjensin til að loka þetta er hættan með að setja hafsend á punktinn þetta þekki ég Hvernig var þessi Neuer í þessu með ástand rosalega, veit maður ekki, þú veist, hann var svolítið ósannfærið til fyrstu víti, hann var svolítið langt frá þessu, menn hingæinn var alltaf í þessu. Bara stór strákur í markinu, Já, hann var einhvern veginn rosalega, svona, hann fannst hann var alveg rétt víraður í þetta. Já, ég hélt rosalega mikið með Þýskalandi í mjög mörg ár, þetta náttúrulega bara ekkit það Þýskaland sem jólst uppi, þetta ekkit Helmut Kohl Þýskaland, sko, sem maður lærið að elska sem bad, sko, og veist, núna þetta bara einhver grautur og vont fór sem fór yfir þeim hérna í þessu ökkurt neginn þeir náðu ökkurt neginn þó þeir hafi verið með mikla yfirburði ekki sannfærandi þetta var sárt fyrir þjóðverðina ég samt stendi það ég vil ennþá fá Felix Nmecha í mittlið í enska boltanum ég finnst það skemmtilegur ég elska svona kraftmikla miðjumenn stóra og getur hlupið endalaust það er góð holning á honum en ég sammálaði sem með þetta er auðvitað þú veist Þjóðverðar gerði ekki mikið í svona leik en inn í endi er samt alveg margt higgja af þeim og þú veist, maður það einfaldur að ef maður væri dómari ég myndi bara alltaf horfa í það var enginn að biðja um neitt það er bara mín lína þú veist, það er allavega fyrsta sem ég sé bara, það var enginn að biðja um neitt ég hef bara sagt þarna við þess að frá Níkoróka, vinnan ég er ekkert verið að skoða þetta bara áfram með leikin ég hef bara tekið þetta þetta var, eins og segi Þjóðverðar voru slakir og í rauninni einhverju leiti þeirra svona einvestu óvinnur en þeir voru líka rændir. Ég er alveg að spyrja mig hvort ég er búin að taka var aftur úr nafninu mínu og sé aftur farin að kalla mig Hjör. Ég var sko í gærkvöldi sauð á mér yfir þessu öllu saman. Það líka hérna, Kai Havertz flottur skalli á hann og flott mark, þú veist, en hann fekk annað skallafæri þarna sem bara, ég er bara alveg fyrir að sendra klári. Hann er búin að koma þeim skall einhvern veginn niður, einhvern veginn. Já, ég gagstætt hotn eða að gera eitthvað. Sko Nagelsmann, hann hlýtur á búin hana. Þeir voru góðu fyrir 2 árum síðan á EM. Þeir bara töpuðu fyrir mjög góðu spænsku lið, voru óöfnir að tapa. Það sem við voru eiginlega betri alveg í leiknum. En já, þá voru þeir líka með Kroos og svona. Þá voru með Kroos á miðjunni og þá voru sko Wirtz og Musiala báðir í algjöru stuði alltaf mót. Og svo Wirtz einhvern veginn bara, hann er í einhverju brasi og Musiala tæpur. Veistu hvað var það versta sem kom fyrir Þjóðverðina? Það var raun og veru að vinna þennan riðil. Þegar ég held að svona einhver staðar í haustnum á mönnum var þessi 16. úrslitum mútið Frökkunum. Sko við. Og bara menn voru bara eitthvað, það er eina liðið sem horfir á HM í dag og er bara svona, við erum ekki nú alveg að fara að taka þess. Veit ekki alveg hvernig ég á að vinna Frakkana. Já, þeir eru svona einhvern veginn, þeir eru svona liðið til að sigra. Koma svo Svíarnir og vinna á. Þannig að... Ég ætla að segja hvað gerist. Nagelsmann var látið fara. Í desember verður hann tekið við Old Trafford. Heldur það? Já. En Jörgen Klopp tekur svo við Þýskalandsliðinu? Já. Okay. Þetta er, hvað segir maður, sviðsmynd? Sem Albert gerðigreindin fór að vinna þarna. Þá færðu allt við að sjá ykkur að fegur því, Nagelsmann. Nei, það er... hann þarf að vinna mig... það tekur hann langan tíma að vinna mig tilbaka. Ég er ennþá ekki alveg búin að jafna mig á þessum úrslitum. En Paraguaynir, eins og ég sagði, þeir eru harðir. Það var ákveðin sigurberið eins og þar. Það var áfram. Við slum halda áfram.
Orkan náttúrunar með Dr. Fútbol og leikillin út um allt land að sjálfsögðu. Kíkjum á næsta leik með Orku náttúrunar. Skulum fara til, var ekki Mexiko sem að leikurinn fór fram. Leikur Hollands og Marokkó. Já, Hollendingar er búin að vera svo skemmtilegir og flæðandi í þessu móti. Það var besta pakki vörn. Já, manni fannst allavega þetta upplegg að breyta system þarna á þessum tíma. Já, skrítið það sem er búið að gerast er að maður það fer yfir þennan leik að hann nálgast þá eins og hann sé í rauninni sko bara underdog. Já. Hann kom hann. Já. Þú veist, og öll tölfræðin segir það. Þú veist, Marokkó með 800 sendingar í þessum leik. Þetta er alltaf framlengdur leikur og allt það. Ég held að þessu sko ekki með 400. Þeir eru undir 300. Þeir eru undir 300, vá. Já, veist, á 120 mínútum. Hann tekur rændir út á miðjunni og setur Hafsend inn. Þetta er alveg svona bara, heyrðu, akkur, þú veist, keyrðu þú bara á þá. Þú ferð maður fyrir manni í þessu liðum, eru Hollendingar með lélega lið. Mér finnst það ekki. Þannig að ég áttaði mikið á uppleikinu þarna hjá Koeman og ég væri hundfúll, ég væri Hollendingur með hvernig þeir svona nálguðust þennan leik. En það var bara eins og Koeman vildi bara fara nákvæmlega þessa leið. Bara fara með leikin í vítaspyrnukeppni. Hann lúkaði samt eins og planið hann var að ganga upp, sko. Já, en Maxwell Brookin á sko 2-3 bara virkilega góða vörsluleik. Þeir voru klaufar, Marokkó voru að lokuðu sig ekki bara í venjuleikum og svo í framlíkingun, hann tekur einlega besta vörsluna þar, fyrir Brookin. Hann var náttúrulega bara besti maður Hollendingi í þessum leik. En já, svo bara er þetta vító og það var aftur, þetta voru ansi mörgu klúru víti þarna, stress. Herðu, sáu þið víti sem Bóna var þið hérna, var ekki frá Sömmaville? Já, hérna. Já, þetta var svona eins og, þetta var bara eins og útileikmaður var í marki. Þú veist, bara ferði í hotnið og bara gera eitthvað. Það var stórfurð. Það er fáralega vassla þarna sem maður horfa á. En hérna, sem sagt, hann verðvíti fyrir undir hann var alveg hrikal óöfnir maður. Þarna sjáum við það, búm, undir hann. Já, þetta er náttúrulega alveg hrikal óöfni. Eiginlega sko, hann er búinn að verja, lendir í löppunum á honum og ítir honum einhvern veginn sko, já, hann fyrir hælina á honum og inn. Já, þetta er ótrúlega óefni hjá, er ekki hægt að horfa á þetta, þetta er svo pirrandi að sjá þetta sko. En núna fá Marokkómenn, þeir fá Kanada í 16. sem leikur sem getur eiginlega bara að fara hvernig sem þó að Marokkó sé nú með betra lið. Og svo er allt eðlilegt að þetta er frökkum í 18. Það er bara ekki til pressing að vera í þessum brakketi með sko, þetta er ábúinlega verið eins og verið með könunum í hérna körfunni. Á Ólympíuleikunum. Já. Alltaf bara frakkandi bíða. Já, bara eitthvað, og vinnum við að leik. Veist hvað endastöðin. Þá erum við að fara að fá alla NBA-deildina en á okkur, geðvögt. En þeir eru hins vegar, það er alltaf að fara að beira bara, við sáum allan að virðinguna sem Koeman ber fyrir Marokkó, þú veist. Þetta er kannski enga tilvílun í þessu. Hvað þeir eru góðir. Já, þú sást bara sérstaklega fyrsta hálftíman á þeim brössum. Já. Þeir eru virkilega öflugir. Sæbæri kröftuður hann að frammi maður. Þetta lítur hann vel út. Já, það er ástæð fyrir að vera að kaupa hann en gæja. Sko, ég á mjög örut með að halda Marokkó, en ég er bara á móti Jesse Mars. Var ekki bara fínt að sjá að berja þess á þessu kanadamönnum. Jú, ég held og það er líka fyrir okkur bandaríkjamenn á 4. júlí. Við erum að fara að celebrate USA 250 þarna. Já. Sem verður, ég langar aftur út bara að fá að fagna þessu með fólkinu, sko. Manni finnst maður að hluta af þessu bara eftir að vera. Já, það tók ekki lengri tími þetta. Nei, þetta var bara vika á USA 250 út allt og maður bara, wow, ég verður að fá að vera með. Já, maður fann það alveg með að vara að hlusta á þess að þetta í okkur. Þú varst að heima allir. Ég var Já, hótt að segja það. Hjammi maður var aðeins fann að finna það, maður var alltaf að tjekkast út á hótelinu, hann var alveg svona, en þarna í síðasta hættinum. Hann náttúrulega fullorinn. Fullorinn maður. Það vel það. Svo hlustar hann á voice messages frá jöfnöldurum sínum og það heyra þetta allir í lobbyinu en þetta var ekki smá sko, ég get samt ekki annað en samt tekja eins ofan fyrir þessu hollenska lið, mér fannst þeir góðir, ég hafði trúað mér svo móti og þú veist, þeir eru nálægt í að láta planið sitt virka. Já. Rósa Koti Gabko, hann náttúrulega eftir það sem hann hefur gengið gegnum og bara hann spilaði og það var mjög emotional allt saman hjá honum, tilfinningaþrungið en já, að sama skapið samt Hjörvar, mér fannst þið bera ómikla virðingu fyrir Marokkó í þessum leik. Skrítið að Marokkó séu stóri liða mútið Hollandi. Það er bara mjög skrítið. Þess vegna skildi ég ekkert í þessu, með vandi venn í vangbakverði, það er bara, minnst það mikið ekkert sens. Hvað þætti okkur íslenskan landsliða? Því að, þú veist, þegar Ísland sló í gegn fyrir 10 árum síðan, og vann England og allt þetta, það voru þetta allt strákar sem við þekktum, bara frá Akureyri og hverfinu og allt svona. Það væri 5 af þessum strákur einhverjir vestur Íslendingar frá Kanada, frá Manitoba. Svo væri 7 af þeim frá úr Þýskalandi
svo voru 9 úr hérna Marokko, svo voru 2 hérna á Kópavoginum. Já. Þú veist hvað við, það er ekki, eins og Issa Diop, hann einhvern veginn varð allt í Marokko maður. Já, bara signing of the season. Þetta er náttúrulega bara í þessu svona fjölmenningar þjóðfélögum, það sem er rauninni eins og þarna á Evrópu þessu sæmi, en það er bara ofboðslega frönsk áhrif þarna. Ég meina þessi bestu leikmenn. Frönsk, þetta er belgar, hollendingar. Og Hakimi er náttúrulega bara alveg upp á Spáni. Og Bono er náttúrulega bara Kanadamaður. En ég bara tala um þetta er náttúrulega mjög stutt á milli, en það er rétt, þetta er mjög samsett lið, það er ótt að segja það, en þá kemur bara þetta inn í raun og veru. Þeir er náttúrulega alast bara uppi þessu fjölmenningu, oft búa foreldarnir bara annar staðar. Það er það sem er að gerast þarna. En þú spyr, hvað þætti okkur það? Mér var alveg sama. Allt. Vera komin í 16. HM. Leiður komin í treyjun á sig. Það er bara ekki að það. Allir saman, þú myndi ekki tala íslensku eða þessu. En ég meina, við elskuðum Dura Nóna hérna á sínum tíma. Þú ættir að fá friðarverðlaun FIFA fyrir þetta. Það ekki? Jú. Ég til í það. Og svo góð manneskja. Nei, ég er bara svona árakvi. Þannig að, já, ég er ekki vissum að ég hefði áhugaði. Þetta er ekkert skemmtilegt. Það var engin liðinu kynni íslenskuna og einhvern veginn, það væri skrítið. Kannski 2. Og það væri allir einhvern veginn... Kannski 2 íslenska. 2 íslíkar liðið. Við höfum aðeins starfið í handboltanum. Þau tókum bæði Dura Nóna og hérna Bielski Garcia. Ég er að tala bara 1 og 2. Já. Ég er ekki að tala um það. Ég er að tala bara ef allt liðið er ekki. Það er svona aðeins starfið þetta, en já, þetta er engin samlíking við það. Gerða betur, Jói. Du better. Minnast á Dura Nóna, minn mann. Fyrir norðan. Já, du better, segir við. Já, má ég sjóta Twitter það? Hvað stóða þetta? Marokko, það var allir fættir utan Marokko í liðinu. Já, það kemur ekkert óvart. Held ég að fótbolta innviðinir í Marokko séu ekki til þess gerðir að byggja upp svona lið. Þetta kemur annar staða frá úr þessum stóru akademíum. Þannig að það kemur svo ekki mikið óvart. Nei, svona er þetta. Slöfum dýf okkur annað með Voga í dýfinu góðu. Já. Talbi, hann er Belgíu. Vinna það er koni kælar sem staðar með dýfunni. Það er að segja hliðin á snakkinu. Inn í því, og svona litli kælar. Þannig að þá getur þú bara keypt snakkið og svo beint í þetta allt saman. Það held ég. Ég var að fara í 3. leikinn sem var frábær. Já, það var kepstuð að tala niður mínum enn í Brasilíu niður. Casemiro sagði hingað ekki lengra og kveikti í sínum mönnum. Þegar að Japanarnir voru komnir yfir, Japanarnir ekkert geta þessu mótið þannig lagað og Brassarnir grýttu þeim heim. Það var svo sem ekkert mikill afgangur af þessu Hjörvar. Nei, en Brassarnir miklu betri. Algjörlega, sérstaklega í seinna hálfleik. Þeir kveiktu á sér seinna, hann gerir breytingar á liðinu og það lukkuðist vel. Ancelotti, hann er klókur í svona leik. Já, en þetta er bara Japan svipa á leiknum undan á mútið Svíum, bara þeir skora það hætta þér. Og Brassar bara tóku yfir hann að leik í seinna hálfleik. Casemiro, hann leiti ekkert sérstaklega vel út hann í sprettunum eftir Sano í markinu, en djöfull er hann sigur í tegnum. En það voru Arsenal-mennin sem sá þetta. En hann skila sér og þeir fundu bara einhvern veginn leiðina og voru krossar einhvern veginn á fjær sem voru valdað þessum mestum uslað og þeir voru hættu þessum hnóðið sem voru í fyrri, fóru bara að grýta boltanum inn í tegin og fóru að taka sér hlaup. Þannig að þetta var bara flott. En já, það var vel gert hjá Martinelli sem poppaði upp sem center. Já, það komið mjög óvart. Komið inn frá Kunja og settu bara í framverðinu og klára þetta vel. Ég sé Martinelli klúra miljón svona færum. Ég bjóst nefnilega við því að fyrst að Suzuki lasta. Það myndi ná betri henda á þetta heldur að neyta þessu stöngin inn. En bara, þegar maður getur hleiða umræðin núna, bara vanta eitthvað skapandi með Bruno Guimaraes bara einhver mest skapandi miðjumaður bara í Evrópu. Maður sem bara búin að taka Newcastle ykkur allt aðra hæðir. Og bara hann fær þetta smá spott og þú veist sendingin hjá hann með frábæra eftir að Ryan hafði unnið boltan. Er Newcastle í einhverjum rosalegum hæðum? Ég meina, Newcastle hefði ekki smakkað málm í 50 ára eða 60 ára. Já, nei, þú talar eins og þau verið hérna bara í öðru sæti deildinni eitthvað. Ok, Champions League, tvisar síðustu þeirra. Þeir voru vonbrigði. Mér finnst Newcastle voru vonbrigði hos tímabili. Já, en Bruno Guimaraes stórkostlegur leikmaður. Mjög góð leikmaður. Það er búin keppast að tala niður, sko. Hann? Nei, það er alveg ekki ég. Ég er mjög ósammála því, en hann er frábær. En sem meira meina að snillleika á Brassana, þeir eru með Vinny, sem er, þú veist, þessi leikmaður núna
og ég veit ekki, þeir þurftu að hafa fyrir þessu. Já, þetta er HM. Já, en ég menna að þeir hafa, þú veist, einhvern tímann hefðu sko krúsað í gegnum þennan leik 3-4-0. En eins og þú segir, Japan voru að mörguleiti, voru þéttir en ekki frábærir. Sérstaklega í seinni hálfleik. Það voru smá breila vombri í seinni hálfleik Japanir. Já, bara hvernig hættu? Er ekki Brasilíu núna að fá vonandi fáðið Noreg og Senegal? Það er skemmtilegu leikur. Það var mjög skemmtilegu leikur að sjá Brasilíu og Noreg við náttúrulega, Normenn eiga þetta ótrúlega rekord af aldrei tapa fyrir brössum í fótbolta. Það er algjörlega líðilegt. Mér finnst þetta brasilíska leið alveg meiri áttar og líka gaman að djassa þetta upp með Endrikarna og Ryan litla, stóra reyndar. Já, hann er hávægsin vingar. En svo eru, ég held að bakvarastöðunar eru Brasjóðum og maður sá í markinu sem skoruðu. Danilo lít ekkert frábælega út þar. Hanna, þú veist, já, báðum megin. Santos og Danilo, hérna, já, hann er ekki búin að líta vel út. Hvað er að Santos? Nú hef ég ekki alveg náði, hvað er að hún? Ég veist bara Santos þú veist, ég er ekkert sérlega hrifin á honum. Ég veist hann ekkert vinstri bakur í heimsklassa, sko. Er ekki búin að grjóð solid? Allt í lagi bara. Ég bara þegar ég mæta sterkar anstæðingum, þá held ég að þetta geti orðið ennþá meira bras. Ég held bara, Hjörvar, að það sem er alltaf erfitt í Brasilíu og hérna sem við erum svolítið búin að verka sér benda á. Maður er vanur bara eitthvað Roberto Carlos, þarna. Skilur mig. Maður er vanur, sem svo tröskuldurinn er svo hár hjá Brasilíu fyrir leikmönnum og maður horfir á svona leikmann, byrju, hvað er þessi að spila, hvað er hann gert? Akkur er hann í brasilíska landsliðinu? Þá finnst mann að eitthvað skrítið. Já, ég hef svo sem séð margar útgáfur af brasilíska liðinu en þetta er ansi öflugt lið hjá þeim núna, hjá brössunum. Já, eftir hann hendi Kúnianinn, eftir leikinu undir Marokko, breytta leikuri. Það var miklu betra. Það var ótrúlegt þetta, þegar Kúnia skallaði hann tilbaka á Casemiro og einhvern veginn boltinn dansaði þarna á línunni eftir öllu. Fór bara í pinball. Þá var ekkert sent í varið að vera mögulega hendi því við síndist boltinn vera á leiðinni að marki. Nei, og það var einmitt sko bara afgreitt einhvern veginn bara strax. Það var mjög skrítið. Svo fóru nefnilega 4 og 3 upplaup Japanir í kjölfarið. Já, þetta var mikið fjörjus þessi leikur, hann fór fram í Houston eða ekki? Jú, var hann ekki í Houston, Texas. Jú, það er Houston í Texas. Maður segir alltaf Houston, Texas. Vissir það ekki, Hjörvar? Nei. Maður segir það. Maður er aðeins að fara við landafræðinu, Hjörvar. Það er bara sagt. Það var eins og verið að sjá um fréttir þarna. Nei, þetta var einn segja mér að Dallas við Texas, sko. Það er rétt. Við segjum Houston, we have a problem. Já, það segir við. Og Hertz með Dóttarfútból, það er ekki einu vandamál þar. Svo sannarlega ekki Hertz, ekki bara bílaleiga, heldur líka bílasala. Leikurinn sem að fór fram á sunnudaginn, sem ég horfði á með heimafólkinu í Kanada á leiðminni heim. Þegar að Kanadamenn unnu Suður Afríku. Heitir hann Eustáquio. Já. Og þessi gamli Porto leikmaður, það er alveg gæði í þessu liði. Hvað var aftur óþolandi Jesse Mars að segja eftir leik? Hann var alltaf að gelta. Hann er eitthvað að gelta á fullu núna. Já. Hann er hátt uppi núna. Það er eiginlega eina ástæðan ég held með Marokko er bara út á hún. Hann er óþolandi. Hann er slætur þetta svolítið mikið snúast sig. Já, það verður þetta, veist. Það atvik hann í Katarleiknum þegar hann fekk víti, sko. Já. Don't give a shit. Don't give a shit. Eitthvað dæmi hjá hann Kanada bara með betra lið heldur en Suður Afríka auðvitað með eitthvað baróttu á þessu móti. Og þessi Afríkurlið hafa staðið sig vel hingað til. Já. Og Kanada eru fyndin lið, sko. Þeir vilja ekki vera með boltan. Þeir eru hérna rauninni sko bara meira sæði þessu leik, man ekki alveg, possessionið, einmitt. Það var hérna, samt voruð miklu betri og þannig en þeir vilja bara rauninni fara á breykið á liðin. Það er það sem þeir eru gera. Þeir vilja bara pressa og breyka. Og svo bara sparka lungubolta og vinna boltan og óla vellinum. Þetta er þannig fótbolti. En mér finnst þeir bara ekki góður. Suður Afríkuliðið er eins og var vel spilandi lið. Já. Bara ekkert svaklega mikil gæði, þú veist, þegar komin ákveðna stöður. Ég var hrifinn af Mpokasi hann í hafsendum. Ljónharður. Já. Það er ekki við 1.80, það hendi sér í allt. Já, markmaður er þessi Williams, hann er góður. Já, það er alveg ágætið slutur að gerast þarna í Suður Afríku í boltan. Nú er Kanada konið sem 16. úrslit og ef þið farið í 8. úrslit. Svíjarnir eðilegja eitthvað verið frökkunum og Jesse Marser er bara mættur í undan úrslit og maður bara einhvern veginn ranka við sér í þeim til. Þá getur það mögulega að þú að setja upp svona eins og þetta var svolítið 2002. Já. Þegar að einhvern veginn bara liðin ákvöðu einhvern veginn stóru liðin að klúra svolítið. Sem að sko,
sumir myndu segja að vera vestamótið sem við höfum lifað. Voru með Tyrkland og Suður Kóru hérna, Já. sem sagt í undanúrstunum og þjóðverðar svona áhörlið þá. En þegar við vorum líka í Katar með Króatíu og hérna Marokkó í undanúrstunum. Já. Þú veist, ég var að fljúa til Katar vitandi að annarkvort þessara liða getur að leiðin úrsliti. Já. Þannig að ég tók bara samtalið við þennan þarna uppi En svo fékkstu náttúrulega bara, þú veist, unbelievable úrslaleik. Já. Og maður var þakkláttur fyrir það til hamingju með þetta Kanadamenn. Já. Þetta stef hér sem þjóðin þekkir. We love it. Skulum gera þessi fyrstu fjóruleiki í 32 lega úrslitum upp með Kia. Já, verið með okkur á tjattinu til sem eru að horfa á þetta live. Já, hver er Kia? Leikmaður þessar fyrstu fjóruleik, er það ekki Orlando Gil, markmaður Paraguay. Sammála, gott bygg. Hann er 9,9 á Sofascore. Já. Djúlega eru örlátir hann á Sofascore í svona engunarkjöf. Já. Hann var helviti góður í þessu leik. Það er öflug orka í honum, risastór og svona hamagangur. Já, það þurfur sko orku stíið. Það var munur aðeins tveim í þessu vítaspyrnukeppni, honum á Neuer. Það sem ég var að tala um á hann, hann var svona alveg hoppandi skopi. Svo var hann líka Galarza, vinstri vængmaðurinn hjá, hann gæti fengið svona 3 rauð held í þessum leik sko, svona bara 1 gult. Hann góður líka Kanali hann í hafsendum. Geðveikt loka vítið. Hann skoraði sigurvítinu. Við skulum fara í þjálfaran ef við bara hvílum Gustavo Alvaro. Ef við ekki að þessi þjálfari Marokkómanna. Já. Þú veist, þeir taka algjörlega yfir hennan leik þjálfari Marokkómanna. Það er þessi Mohamed Obi sem er belgi. Já. En samt skráður Marokkómaður. Hann svona einhvern veginn virkaði ekki samfærandi á mig, bara sjá hann. Nei, svona Rosenjor væpi yfir hún. Já, það er einhvern veginn. Svona gutti. Já, svona ljúfur náungi. Já. En sko, Ancelotti líka, ég er alveg svona snúið sér leik við á mútið Japan. Já, Ancelotti. Tók yfir, eða ekki? Hann var líka bara svalur náttúrulega, svo hann er alltaf. Svalur, hann líka gerði breytingar sem bara virkilega marg borguðu sig. Já. Það var vel gert og þetta dæmi aftur Martinelli í senterinn einhvern veginn hann að loka þessu, það er vel gert. Já, hver var það í þessu japanska liði sem misti boltanana til Ryan? Því að það var ekkert að fara að gerast þarna. Þessi leikur var bara leiðin í framlíkingu. Missir hann Ryan, tekur hans á Bruno og svo skora Gabriel. Já, skiptir ekki öllum. Ég held að það var ekki Ító. Það var held ég hann. Slæmmistug. Vinstri hafsendin. Af því að sko, við erum með að horfa á marki núna hjá þeim, Brasilíumann. Hver er búðingurinn? Erum við búðing fyrir mig? Er eitthvað nú þjóðvera Þýskalandi kannski eða Julian Nagelsmann. Nagelsmann. Hættu bara. Líka Kóman ekki vera með gott upplegg svo ég segi það bara enn og aftur. Já, ég er svolítið líka þar sko. Þessi virðing sem hann ber fyrir Marokkómönnum hann, hendi 5 manna línu. Þó að ég hafi talað Paraguay upp, þá á bara Þýskaland að ganga frá Paraguay. Já. Jú, horfum með anstæðingin. Þá verður að vera Nagelsmann. Það held ég, maður er aðeins að jafna sig á svo öllu saman. Þetta var svekkjandi að sjá Þjóðverðin hann dett út. Held ég verið hættur að halda með hann það ekki að það er ennþá í gangi. Römmur svo taug. Já, þetta fór bara massíft í töðan á mér. Það er bara alveg viðurkenna það. Maður ætla bara að fá stóru liðin áfram. Það ætla alveg leiki hérna í 16 og 8. Það var sem Eiður sagði því, sko. Maður væri spenntari, sko, fyrir Frakkland, Þýskaland, sko. Skoðum stórleik dagsins með Volt Plus núna og við ætlum að fara að henda í kóða fljótlega. Já, heldur betur. Við þurfum bara að finna svona rétta formatið á þessu. Já, finnum rétta formatið á því. Er ekki líf og fjör hjá Volt þegar að HM er í gangi? Jú, við erum að sjá pantanir á alls konar tími sólarins núna. Sumur með lengur opið og svolítið, skemmtilegt. Geðveikt. Bara endilega kynna ykkur það. Þetta flotti leikir á nóttunni líka í þessu öllu saman. Stórleikurinn er að sjálfsögðu leikur Fílabeinsstrandarinnar og Noregs. Já, maður velti fyrir sig núna. Ef normenn hefði ekki fengið þetta mark á sig í lokin á móti Senegal, þá hefði þeir verið á toppnum fyrir leikinn í riðlinum. Já. Og ef þeir hefðu sett Haaland inn á bara að taka vítið og reyna að keyra á þetta í lokin. En hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera Ståle Solback, en nú kemur bara alið inn á, hárgreiðslumennir út af. Já, og hann talaði hvíld hérna, þú veist að þeir hefðu auka dag hérna Fílabeinsströndin með við þá, anstæðingarnir. En já, hérna
50-50 leikum finnst mér samt sko. Fílabeinsströnd er búin að vera bara flottir í þessu móti. Þesslega leikurinn þeirra móti Þýskalandi og voru eiginlega bara betri sko. Býtu, var ekki mikil umræða það að Solbakken vissi nákvæmlega hvað hann var að gera og við vorum að segja að hann vissi. Já, en þú veist, viltu frekar vera þarna með hann? Nei, minna, þú veist. Við horfum sérstaklega núna hvað það er Paraguay. Það voru raunhafur. Það er með fair-faktor frakkana sem Hjörvar tala áðan. Bara, þú veist, erum við að fara að setja bestu mennina sem getur allt gerst. Já, en ok, þeirra beðið Svíþjóð eða Fílabeinsströndin. Eða eru unnið hennar riðil. Já, þeir vissu ekki nákvæmlega hvað myndi gerast. Þeir vissum þetta með þetta Svíjum? Nei, það var ekki alveg 100%. Já, ok, það var nánast gulltryggt. Það var ekki alveg búið að spilast út. Það er gott og vel, við líkum að vinna frakka, við köllum bara spaða. Sérstaklega þeir spiluðu bara sínum bestu mönnum, sko, frakkanir. Þannig að já, en þetta verður virkilega áhugavert, sko. Maður bara, eins og segi. Hvað segir sportsbókin um þetta? Hvað er Epic að segja við okkur þennan leik? Ég held auðvitað með Norsarunum, en furður að tilfinningu fyrir Fílabeinsströndin í þessum leik, sko. Ég held með Fílabeinsströndin í þessum leik. Það fór í taugarnar á mér. Það er Solbakken kvill allir liðið sitt hann á mútið frökkum. Já. Þannig að já, ég er bara að fá þið bakið. Ég er bara brjálaður. Það er bara tóku bara smá rithma á liðinu. Það eru bara heppnir við frakkar að vilja þeir geta unnan leik svona 10-1 sko. Bara slapp. Það er weak. Já, ég held að þetta sé að hárrétt því að þegar þú ert með svona lítinn hóp bara ef að til dæmis íslenska landsliðið getur gert þetta á EM16 við sáum bara að við mættum búnir í áttalúrslitin. Í frakkaleikin. Það voru bara bensinlusir. Það hefur verið ágætt að taka eitt leik eina viku þar sem menn hefði getað fengið að recovera smá því að ekki breytin í norska liðinu eins og hjá svona stærstu löndum. Nú, já, þetta er stóri leikurinn Nicolas Pepe. Hann fór náttúrulega kostum þarna í lokaleiknum í riðlinum. Já, skoraði 2. Bara Kessi verið segur á þessu móti, alltaf komið sér í færin. Já, Kessi hann er stæðilur. Já, hann er stæðilur. Og já, náttúrulega bara, þú veist, þetta er bara hraust lið. Með Sangari þarna líka, bara algjör trukkur. Kessi á miðinu svo eldfljóta, Diomandi Amat á vængjunum. Þetta er bara gott lið. Já, sko, svo horfum maður líka á það, náttúrulega ræðið svona meiddur. Og þeir eru í brassinu með hægra bakarstöðuna, normenn. Já. Vinstri hliðin er sterk hjá Fílabeinsströndinni, með Diamandi þar. Já. Diamandi og Kona. Diamandi hefur átt ágætis tilþrif á þessu móti og líka náttúrulega verið líka lélur eins og í Þýskalandsleiknum þar sem hann átti erfitt uppdrátt að sérstaklega í seinna leiknum. Já, það er rétt. Hann var svona slöktu svolítið á sig þar. Já, hann á leiðinu til Paris Saint-Germain. Já. Já, við slum kíkja á næsta leik með Nokko. Já, Nokko séð á út alla Evrópu, fann ekki Nokkour minn í Ameríku en sem betur fyrir tók ég nú bara með mér. Allt í töskuna góðu, Nokkoun í töskuna þína, okkur ekki. Já. Hvað menn að reykja þarna í stúdíunni í Hamraborg, Capri eða hvað harðara? Það er Marlboro. Spyr sami Síkó, það er rosa þetta. Marlboro Red eða Marlboro Gold. Herði, við förum í þennan leik. Frakkland, Svíþjóð. Þessi leikur er hvar? Það skiptir ekki öllu máli hvar hann er. Hann á MetLife. Ég held að sé nefnilega alveg fáránlegur hiti núna í New York. Það er sagt hérna 32 gráður. Já. Og svona, já, léttskjað. Hafi verið í New York í miklum hita? Já. Ég verið það, já, einu sinni. Það er ógeðslegt. Hitabilgi í september hann var alveg bara, já, þetta var verið svona stæk einhvern veginn. Lappar einhvern veginn fyrir hotn og það tekur með svona heitt ruslalikt. Ég lappaði inn í henni lykt og hún er svo lykt fyrir aldrei. Já, lyktarskinni á Dóttarfútból er betri en á flestum. Ég tengi upplifunni við lykt. Það er bara með ólíktum. Ef það er eitthvað vel lyktandi hótel þá er ég mjög líklegur til að mæta þangað aftur. Já. En burtsér frá því, þá förum við í þennan leik. Sko, maður áður þetta alltaf að halda með frændum sínum. Já. En ég ætla að halda með frökkun. Ég ætla svolítið að halda með mótinu í þetta skiptið. Já, eins og nú komið inn á hann, halda með þessu stóru liðum, fá alveg að leiki hérna í 16 og 8 lögslutum og ég held að frakkar farið auðveldlega ekki Svíjana. Ég held að líka. Þó að Svíjanir hafa verið fínir, þessi sko maður horfir á þetta og þetta er 5-1 tapandi Hollandi, þetta var ekki 5-1 leikur. Það var ótrúlega leikur. Sérstaklega fyrir áleikurinn, já. Og svo voru þeir bara, eftir að lendu undir Japan, voru bara nokkuð góðir sko. Þannig að það var komið svona þægilega óvart, en þeir lendu á vegg þarna. Frakkar eru tölvöld sterkari og fyrir mér eru frakkar búin að vera besta liða á þessu móti. Já. Svona heilt yfir. Þeir eru mjög góðir, þeir kannski Argentínu líka. En, já. Þessi leikur klukkan 9 í kvöld, frábær tími líka. Já, geðveikur tími.
Þetta sko, það sem er góðið frakkan líka þú veist, það eru allir on it þú veist, Dembele, hann er búin að skora núna 3 í síðasta leik og búin að vera alveg bara á veldi Mbappe er mættur eins og alltaf svo, og Lýsi er bara góður, Dúe líka þetta er svo margir möguleikar Dúe komst að blaða síðasta leik Mbappe með 4, Dembele með 4 og Lýsi með 3 stóðsendingar, það er bara allir sóknarmennir heitir svo er bara Rabiot í þessari landslistreiðu, hann er bara eitthvað skrýmsli sko. Þannig að maður skoðaði hópinn og svona miðjan en hún bara Tjúameni er bara góðir sko. Eins og segi, ég vanlega hefði nú haldið með Svíunum í þessu leik en ég ætla að halda með mótinu í þetta skiptið og þessi leikur verður fínasta skemmtun og eins og ég segi klukkan 9 í kvöld Svo ég þurfi bara vít og raut eða eitthvað til þess að vinna hennar leik þetta er eitthvað stóran dóma með sér það verður Kylian Mbappe horfir á blið þennan leik ég þarf að skora eitthvað hérna hann er alveg enda pyrraður að ekki skora á þessu norskali það held ég fyrir þá í loka leikin í þessari umferð þar sem að sigurvegarinn mætir Englendingum við ætlum að fara til Mexíkó með Mikluborg staðurinn þar sem að dílarnir klárast keðjurnar, engar keðjur heldur klárast hlutinni bara Mexíkó, Ekvador og konum eitthvað sjálfstraust Þetta línir líka með Ekvador með 1 mark skorað var ekki, svo í víti var ekki verið að velja nefnst þar í liðmót Nei, þau ekki 2 Ekvador skorað 2 mörk í lokaleiknum 0-0 Þessi víti í Ekvador hvar spilar hann aftur? Ef þið geti ítt á víti fyrir mig Hann er í Pumas Þetta er ágætist leikmar 24 ára gamall og þetta lagði hann upp á móti Ekvadorum held ég Þessi Gonzalo Plata er líka hann leit sérstaklega í leiknum að henni gett þjóðurum og hann var virkilega öflugð þar Þessi leikur auðvitað á Azteca Þetta aftur finnst mér þetta að vera bara 50-50 en alltaf Azteca heimavöllur, Mexíkó og allt þetta gefur náttúrulega orku, þeir lítið mjög vel út hérna í reilikeppninni þeir tóku Suður Afrikumenn Hverjir verða það sem eru búin að vinna alla leikina? Það eru hvað, Frakkar og Mexíkór? Argentína, já þessi 3 þetta er ekki meira en það Nei, 3 meira það Fyrst ykkur, Mexíkó eru auðvitað líklegri Já, en það er eitthvað djöfisins gangur í þessu Ekvadorliði samt sko. Þeir elska að fá svona lið á sig og bara einhvern veginn fara einhvern í það moment sko. Mér finnst Ekvador líklegri Líklegri? Já, okay. Að ég sé það alveg bara að loka þessum leik Ég með þetta 50-50 Já, ég sé það alveg loka þessum leik og taka þetta í vitspilningunni En það er heimavöllur líka sem að fara svona einhvern veginn að taka inn í þetta Þetta er á Azteca momentið er með þeim Þetta verður held ég alveg mjög áhugaverður leikur Eitt af það sem að hefur vakið athygli mína í þessu móti er að þetta er ekki gott mót fyrir sjúkraþjálfara sem elska athyglina eins og Friðrik Ellert Jónsson maður bara veit ekki hvernig honum myndi líða með þetta fá aldrei að labba inn á þetta Mínútur refsingin Nú liggja mann ekkert Núna liggur enginn Frábær regla Þetta er frábær regla Það þurfum að finna einhverja leið til að losa markvörsluna úr þessu bara að markmaður þurfi bara að fara út á og fara útileikmaður í vesti og vera í markið á meðan eða bara ef hann liggur að bara fá henni bara hot Gunnar Jarl var að ræða þetta við okkur fyrir mótið og það er, þú veist, ef markmaður meiðist þá er að fara að taka mjög hart að leikmenn með ekki koma að hliðlínni Já, banna að taka leikli Já, banna að taka þetta leikli þannig að þú getur ekki nýtt þessi meiðsli eitthvað svona dark arts þjálfararnir eru bara að valda því að nú bara vera að breyta fótboltan fótboltin bara fekk nóg að þessu fótboltin hefur bara sett hingað og ekki lengra og nú vonandi sigrar boltinn aftur eru kannski skilabóðin bæði frá UEFA og FIFA Þetta er að virka mjög vel það er það sem er gaman að sjá þetta sko hérna það er alltaf gaman að segja hérna í þessu við ætlum að segja englendingana þeir eru nú að spila ekki hérna í dag og eru að spila á hvað er ekki, morgun 4 á morgun ég held þér að vera svolítið hefnir að fá Dr. Kongo frekar að því að stemdi allt í að vera að fá Senegal það hefði verið alveg leikur ég hefði alltaf bara ég hefði reynt allt til að mæta frekar Dr. Kongo þó Dr. Kongo séu fínir
Já, þá það svona algjör skildusugur, það álíka mikið svona áfall og tapa móti Paraguay sko, eða meira jável sko. Þannig að ég sammála því, en veit ekki, þetta svona Tuchel bara komin í þetta bara veist, alveg sama hvernig, það bara vinna. Veist, þetta ekkert skilur, hann ekki að reyna svona impressa neitt með að vera sko, spila eitthvað svona flottan fótbolta eða eitthvað svona skemmtarnagildi. Sko, hann getur farið innan drepleðilega 4 hafsenda bolta. Ekki bara líklegast. Ég held að sé að fara að gera það. En þeir bara samt búin að vera veseni með nákvæmlega þessi lið. Veseni með Ghana, veseni með Panama. Þetta verður nákvæmlega leikur. Það var svo sem ekki veseni á móti Panama. Nei, það tók samt tíma. En verður þetta ekki bara nákvæmlega eins leikur? Þetta verður nákvæmlega eins leikur. 60 mínútur 0-0 sem skora Harry Kane. Nema það að Kongo geta varist. Þeir eru tölvöld öflöðri framávið heldur en Panama. Já. Þannig að þetta verður mjög svipað leikur og Ghana. Ghana komst alveg tvist að þeir sér í góða stöður. En þetta á England að klára þetta. Hvernig látið þið byrja á Kvöntun? Hvort tekur þú Nonna eða Saka? Ég tek Saka. Þeir eru að fara að liggja djúft og Saka mjög betri bolta fyrir. Getur komin á völlin og vippbónu minni tegin. Sammála því, já. En þú veist, þetta hérna svo spurning hvort hann ætti einhvern veginn að koma Morgan Rodgers inn í þetta. Já, ég væri með Morgan Rodgers eða bara Ese vinstra megin. Aðeins að brjóta upp hinum, en Ese getur tekið skot fyrir utan þeg og þú svona aðeins að öðru svo ógt, sko. Já, ég myndi að koma Morgan Rodgers inn í þetta. Það væri svona til að brjóta einhvern veginn aðeins upp. Þetta búið að afar sterilt og flatt. Ég væri freistast til að setja Nico Riley í fremstur á miðunni. Fremstur á miðunni? Tíðan, sem hann er uppalinn. Bara vandamáli að Tuchel, hann bara tók ekki Lewis Hall með. Nei, hann gerði það ekki. Nei, Lewis Hall hefði bara verið frábæran. Góða fyrirgjafir. Já, og þetta skrýtna val hans í söllu saman fyrir þetta mót. Tína Leifra Mento, hann meiddur? Já, hann fór meiddur og Sjáfóla kom inn fyrir hann. Já, og svo náttúrulega Reece James meiddur. Það var ótrúlega ákvörðin á hann að byrja hann aftur í næsta leik. Já, eða taka bara ekki alvöru hægri bakvörð einhvern inn í staðin fyrir held ég sjálfbak sem Trent skilur mig. Það er nú held ég aðal mistökin sko. Svo sé ég eitthvað flæði. Svo kíkja á íslenska boltan. Þökkum heimsmeistarakeppninni fyrir innleitið. Aðeins að kíkja á íslenska boltan með steipustöðunni. þar sem við elskum þessar hellur. Já, Valsmenn unnu Þórsara 4-2 fyrir norðan. Hemmar Heiðars bara sagt upp eftir það. Það þýðir bara að þeir eru búin að taka ákvörðun. Þá getur ekki hort í einhver einu úrslit þegar að svo er. Nei. Þessi nýji formaður knattspyrnudeildar Styrmir Þór Bragason, hefur hann einhverja þekkingu á fótbolta? Því við erum alltaf að tala, við erum alltaf að hrósa því þar sem að footballing people tekur footballing decisions. Hver er þetta? Er þetta, sko nú er ég búin að horfa á Val allæfi, aldrei horft á hann leikmann inn á vellinu með neitt svoleiðis? Ég veit ekki, þekki bara ekki bakgrunn Styrmis úr knattspyrnunni, annað en það er náttúrulega bara með sterkan bakgrunn úr viðskiptalífinu, en þetta er alveg augljóslega hann svona drífur þessa ákvörðun áfram virðist vera bara með viðtalið. En ég menn það er alveg fólk þarna sem á að taka ykkur svona fótbolta ákvarðanir líka. Hver er það? Þú veist, þeir eru ennþá með, þú veist, hérna eins og, þú veist, Arnór Smárásson ennþá ykkur ákvörðunir ágjaflutverki þarna sem dæmi. En ég bara, þetta er hans ákvörðun. Nei, við höfum bara séð bara klúbbar sem ganga upp, þar eru það fólk sem skilur fótbolta, sem að tekur fótbolta ákvarðanir. Já. Nei, og ég meina svo er hann hérna í Gareth Owens hann náttúrulega líka, sem á að vera ykkur svona hérna þessi aðili. Ég meina, ég ætla að vona að hann hafi verið með í ráðum og þessir aðilar sem eru þarna svona kannski eiga, já, að taka þessar ákvarðanir. En þetta er áhugavert. Ég er ekkert eitthvað brjála ósammála þessu, sko. Mér finnst liðið verið út um allt í sumar. Ég get ekki svona fest fingur á það hvaða fótbolta Valur hefur verið að spila, annað en það að þetta er svona að Tryggvi Hrafn, það snýst allt um hann að koma honum einhvern veginn í gegn. Þetta mótir ekki eins og, ok, það er kannski hálfrað. En af hverju drullast ekki hérna Dóri bara til að taka við strax? Það er bara svo langur, þú veist, mjög góð spurning. Það er engin alveg leikur í honum í hálft ár þá. Nei, og það sem ég fannst það getur fundið lyktin af liðinu aðeins það sem ég fannst áhugavert í gera sem Albert kom inn á þegar hann tók svona smá eldræðu hérna í stúkunni er að sem sagt, út af því að hann er rekinn hérna eftir þennan leik, akkur ekki fyrir þennan leik. Fyrst að búið að taka þessi ákvörðun, fyrsta niðurstaðan var svo að Brasil væri að fara að taka lið. Þannig að það kannski er svona eitthvað sem maður svona skoðar einhvern veginn, kannski eru eitthvað ástæði fyrir því, ég bara átta mig ekki á því. Ég meina það er dýrt að reka þjálfara og Hermann Heiðarsson áfram á laun hjá Val. Þú veist, bara er bara svigrum til þess. Myndi það þá hafa áhrif á leikmannagluggan? Ég skil þig. Já, þú veist, hugsanlega er þetta svoleiðis. Maður bara sá að þegar Óskar Hrafn fór inn í KR, þá svona fann hann aðeins hópinn og snerti þetta aðeins, losaði sig við fullt af leikmönnum sem bara voru ekki hans leikmenn. Svolítið bara eins og lengra prísísson fyrir næsta tímabil.
Það alveg, eins og ég segi, ég myndi vilja óska Dóri tekið strax við. Það væri besta mögulega niðurstaðan. En það var bara greinilega ekki lítið á það sem einhvern valkost núna. Er hann ekki að klára bara eitthvað pakka sem hann ennþá að fá borga fyrir að borga út hjá Blikum? Það er ekki bara þannig. Sagan sem maður Nú veit ég ekkert, ég veit ég á meðan mig geri, ég spurði hann ekki neitt. Tengt einhverjum Evrópupenningum og eitthvað svona dót, sko. Þannig en maður veit ekki, ég ætla ekki að fullur neitt slíkt. Já, Má ég samt spyrja þig, Jói? Já. Hérna, ok, ég tók þetta randmynd í gær, ég ætla ekki að taka aftur hérna. En hérna, sko, 5. setið. Ég veit að frammiðstöðunar sumar hafa verið alveg galnar. Já. En 5. setið án Jónatans, meira minna allt tímabilið. Engin Kristi Freyr og Petersen. Dagur Orri sem leysir frammiðstöður meiddur. Sáum hvað gerast í fyrra án Petersen. Valur ekki bara á pari stigala sér? Þú veist, á Valur að vera fyrir ofan eitthvað af þessum liðum? Tventi í þessu, rannast að það að ég er bara fyrsti með öllu vikina það að Hermann fekk svona að tala stundu farið bara slæma hundi póker, þá er ekki hægt að vinna. Þú veist, það er pínu staða núna í honum hvað þetta varðar. En það er annað líka, það lélegasta sem liðið hefur sýnt er svo yfirgengilega lélegt. Þú veist, leikirnir á móti Víkingum, leikirnir á móti KR sem hafa gerið það sem liðið hefur gjörsamlega verið sko algjörlega pakka saman. Þannig að það hefur ekki svona gert neitt þess að öðrast eitthvað tildróð því að hans er rétti maður til að snúi sig við. Og svo skoða bara liðin í kringum hann, þá veist mér hópurinn Val þrátt fyrir þessi skakavöll, ekkert vera eitthvað það mikið lélegri en þú veist bara fram sem dæmi. Þannig að Ég sé ekki marga í þessu valsli þegar Jónatan er ekki með, Pettersson ekki með, Kristi Freyr og þessar leikmenn sem er á tilíf sem kemist í framlið í dag. og halda áram. Já, Já, þegar það er 2 dagar síðan sem leikið voru. Já. En þetta er bara áhuga ákvörðun en óöpinn hemmi. Það var eitt leikur í gær þar sem að framhaldurinn skagan upp skaga. Já. Við erum svona verið að tala um það að skagamenn geta bara ekki beðið eftir að rífa völlinu upp. Beða bara áhuga sama svona sögu fótboltans að kíkja í marktegana hjá skaganum. Ef ykkur finnst þeir ljótir, þá var þetta 100 sinnum verra fyrir 20 árum síðan. 30 árum síðan. Kikið bara á hliðarásendur á sín. Já. Alltaf verið að sína eitthvað myndir af þessu leikim. Þannig að bara fólk átti sig á aðstæðuna sem markmennir voru í hérna á árum áður. En framhaldið með flottan 2-0 sigur. Þetta voru bara fáralega miklir yfir, sérstaklega í fyrirháleik. Bara framarar bara kyrði yfir skagalið. Rúnar og Erik Tóbias réð ekkert við Atla og Róbert þarna frammi. Og svo bara ökkuðu framarar í seinni hálfleik og þetta var aldrei neinn hætta. Þetta var aldrei hættu. Þeim leiði aldrei illa. Og þetta var sérstaklega eftir síðasta leik hjá skagaliðinu. Móti KR, ég veit ég töpuð þann leik en þeir voru orkumiklir og skemmtilegir. Þetta var mjög dapurt. Þeir áttu aldrei breyk. Þetta er versta framvista hjá skagaliðinu sumar. Þótt að þeir töpuð hana 4-0 móti Víking, ef maður rétt. En það var bara hrundi í seinni hálfleik. Heilt yfir 90 mínútur þessu leik gerður ekkert. Ofsnemt að henda Rúnari inn í þennan leik á móti þessum 2 framverðum. Já, það sem var áhverð að bara Skaginn kom svo ótrúlega flottur inn í leikinu móti KR. Hvað þeir voru flatir í byrjun þessum leik. Það var alveg fárálegt. En líka bara Rósa og Atla, vel gert hjá hann fyrsta markinu. Hann lepur. Hann er rauninni sýnir svona finnst mér aðeins nýja hlið þarna. Bara, og flott framistæði í honum. Kisti líka merkið svona skemmtilegt. Já, það var reyndar alveg geðveikt, það lásmaður í sjálfur. Það var áhugavert. En að samanskapi, það sem er svolítið flott með þetta framlið, þetta er einhvern veginn gjössan að dóminera lengi sóknarlega í fyrri áleik, svo sem segir, svo hafa þær ekkert, þú veist, þeim finnst ekkert vont að falla heldur. Nei. Þannig að þeir eru svolítið marglaga og bara mjög drillar. Þeir eru bara komin til að vera þarna á þessu stæði dildinni. Ég held svona að fyrir okkur sem er skaman að sjá 2 menn frammi. Já. Þá spilaði Róbert mjög vel líka hérna í framlínunni. Já, leggur upp og mjög öflugur. Já, hann ætlar að sækja vítið og er bara einhvern veginn mjög góður hérna í framlínunni. Hann svona, það vantar að skora kannski aðeins meira. Já, ég hef alltaf verið hrifinn á honum. Þetta er svona næstu því leikmaður. Hann vantar svona eitt tímabil sem hann gjössalega springur út. Maður getur alveg séð að hann er svona tímabil eins og Sigur Bjartur í fyrra. Allt í einu fyrir þetta alltaf dettin. Ellert Hreinsson sem var hérna í Breiðabliki og Stjörnunni. Allt í einu. Mjög góður leikmaður. Bara aldrei náði samt að sýna fólk hvað hann er. Getur verið helviti góð. Hann var lungin leikmaður. Mjög lungin. Mér finnst þannig að Jón Sölvi markmaður, hann var svolítið aggressífur í þessu útlöpi. Hann er bara ungu markmaður, bara læra. Þeir munu alveg fá fullt af mörgum á sig sem að þeir munu kannski geta hugsað með sig, reynslu meiri markmaður hefur kannski geta komið veg fyrir þetta. Heilt yfir eftir hann kom inn í liðin, hann búin að vera mjög flottur. Það er sem mjög vel. Maður sá bara hann hikaði, leið og maður sá það bara svona, nei, ekki gera þetta. Það leit svona þannig út, sko. Ef við bara aðeins kíkjum á leikina síðan sem voru á sunnudaginn, ég meina besti leikurinn var að sjálfsögðu leikur Keflavíkur og KR.
frábær leikur sem að Keflvíkingar auðvitað vinna þarna frábæran 3-4 þessi leikir þessar liða hafa verið báðir mjög skemmtilegir eða semst í fyrstu ferðinu var líka skemmtilegur Já, það var líka 5 marka leikur þar Já, Það er bara aftur, því meira sem ég sé Alfa Conte ég bara skil ekki akkur hann er bara á láni frá Stjörnunni Já, ég held að Jón Þór takin tilbaki í klukkanum hann er það góður það er þannig, hann hefur option á að ná í Já, það var allavega það var eitthvað viðtal við Jón Þór í gæra sem hann sagði að hann væri að skoða þetta og en Marín Mundrasja þessi mörk hjá hann skallamarki í fyrsta var alveg geðveikt Já, hællin líka hann var þetta svona einhvern veginn svona það var svona slatan dæmi í gangi þar þetta bara svo mikið sendera mark þessi skalli hjá honum hleypur á hann, sker hann í hotni fáralega vel gert En þetta var frábær sigur í Keflavík þetta var mjög góð leikur bara að horfa en þetta var vondi úrslit fyrir deildina hún er bara svolítið búin K.R. Klauvar voru með mikla yfirbúr í fyrirháleik nýttu það ekki F.A. og Vestmanna gera 1-1 jafntefli sem að þetta skondna jöfnumark hjá Ómarsó var marki sem að gafum þetta mikilvæga stig Jökull neglir í hann vond úrslit fyrir F.A. Þetta er náttúrulega, þú veist, þeir þurfa að fara að safna sigrum og þú veist, þetta var leikur sem þeir horfðu á og bara þurfti að fara að vinna en þeir eru bara þarna ennþá í kjallaranum Já, þeir vinna Keflavík 1-2, fylgja því eftir með 2 heimaleikjum það sem gerir jafntefli til Þór og jafntefli til IBVF Þeir eru ekki ennþá unni leika heimaðall í sumar í 5 leikjum og mér fannst það, sko ég veit, Jökull gerir þessi mistök þetta er enda bara fáralegt mark þetta er líka bara algjör óefni sko, Þetta er óefni bara en heill seinnáleikur eftir Jói Kalli eiginlega bara kennir Jöklu þetta og fyrir líka í leikinu undan hann kennir Kristján Flók þetta samt út að spila heima á móti IBVF og Þór getur þú ekki lagt upp leikinn þannig að þið skori meira en 1 mark við skulum ekki gleyma því að marki sem að F skorar í þessum leik er sjálfsmark það er ekki eins og þeir hafi sundur spila þetta eigalið á einhvern tímpúti í þessu leik þannig að þetta er ekki bara það að Jökull gerir þessi mistök en þú getur ekki unni eða skora meira en 1 mark eða ógna markinu meira en þetta er líka eitthvað sem Jói þarf að horfa svolítið hjá sér Það er færingurinn í markinu Ari að eiga sinn besta leik það sem, verið þessu móti Ari var góður í þessum leik Hann var góður í þessum leik og maður mikill Sabitóski maður þannig ég var svolítið gagnrýndið svolítið með Linda að henda honum út í liðinu en hann hefur verið bara mjög góður í síðustu leikjum góður líka bara á bolton hann hefur nelt þess ákvörðun held ég bara Linda Herri, og hvað er svo í lokin hvað var aftur síðasta leikurinn það var, Stjarnan vinnur Káa 3-1 Birnir Snær mætti loksins til leik hvað er þetta margir í röð aftur á Káa nú? 6? 5 leikir í röð 5 tapleikir í röð það er að vera bara, Það er nú 1 lýrasta liði í deildinni Káa þessar mundir gera spóðin reiður norður sko. Þetta er bara með við það sem er lagt í þetta lið þá er þetta alveg ótrúlega flatt og lélegt Birnir Snær búin að vera góður eftir að Jón Þór tók við Já, svona losaðins hann Já, hann var enda slagur í leiknum undan var ekki mútið IBVF Smalinn tók hann aðeins á lífið hann í stúkunni en hann var frábær í þessum leik 8 að skora, lagði upp markið og hann bara góður fyrir fyrstu mínútu en þetta er, svo kemur inn og gjör 5 töpur röð hjá Káa þetta er 4. leikurinn líka í röð sem er fáið sér 3 mörk eða meira þetta er svo illa samsett lið ekki bara eftirstu 4 heldur líka bara það er ekki miðjan heldur Já, Hatti fór aðeins í leikmenn þú veist, Djúrits og eitthvað það var ósáttur Djúrits var ósáttur og var tekinn út af en ég menna, hann hefur bara ekkert sýnt og hann er ekki búin að negla í rauninni svona taktin í liðinu hver er að vera hvar, hann er alltaf að breyta Sko, að því við sjáum Djúrits, hann kemur náttúrulega veist, eftir erfiðan tíma í Króatíu og ég menna, það var alveg vita að það geti tekið eitthvað smá tíma ég menna, eins og fyrir káringar sem er núna að taka Jason haldið þeir hugsa bara, gæin er ekki búin að spila neitt fyrir Grimsby Nei, en það er öðruvísi hjá Jason Jason átti alltaf lægi tímabili fyrir þegar hann spilaði hann var bara vesinu með heilsuna hann er bara meittur, það mun taka tíma að koma í leikform en þú veist, Jason veit það að hann væri búin að spila meira ef hann væri heill þú veist, Oliver og Djúris, þeir voru bara fristir þú veist, það fengi ekki svona æfa með liðunum það hefur áhrif á sjálfströst þú getur orðið lítið líðið við það Það verður allan áhvert, ég meina þegar þú er búin að vera lengi meittur samt þetta er alveg riski að þú veist, við vitum náttúrulega hvort að Jason verði bara gerir ráð fyrir hann verði bara eins og hann var í Breiðablik 22 eða 23 eða hvað það var sko. Þetta er alltaf áhætt að þú tekur svona leikmenn maður ætlast til að sjá þann Jason daða kannski bara staðan aðeins önnur og það mun taka hann aðeins tíma og skar tala hann og pínu þannig Já, þú sér það líka á samningnum þetta er bara 2 samningur
Jason ekki gamall þannig að þeir vita það þeir ekkert var nekkur niður mörg ár. Hvað fekk hérna Dóreila langa samning? 5 ár? Var þetta 5 ára samningur? Þetta er 5 ára samningur og uppsegjanlegur fyrstu 18 mánuðina. Það er ótrúlega. Ég var Enzo Maresca vekk 3 ár hjá Man City. Þú veist, Carriga með eitthvað svipað á United. Var þetta ekki svipað og Óskar Hrafn fekk frá Breiðablik á sín tíma? Alltaf hann bara fengi semningin og segðast bara, herri, ég vil svona. Það getur verið. Ég vil líka fá svona. Já. Því að þjálfari að val hafa verið að halda svo lengi starfi síðust 2-3 ár. Nei, þetta er áhugavert. Menn er allavega bara treyst honum þá. Það er bara treysti hans. Já. Hvað sé með mannskapin sem að Þórsararnir að fá hvað er komið yfir línuna á Þórsararnum? Það er ekkert komið yfir línuna allir að tala um Aron Einars sé bara það sé nánast klárt Er það ekki klárt? Jú Þeir voru eftir Guðmundi Andra en hann fór hérna í FH eða ekki? Jú, fór í FH og þeir eru að reyna að fá Adam Ægir Já, Adam Ægir Það eru fleiri lið þar þessi bæði liðin fyrir norðan að reyna með Adam Ægir og fleiri lið hérna í deildinni. Adam Ægir myndi rífa þetta Þórstæmi held ég alveg, já, ég held að það veri frábært að hann verið þangað fyrir Þórsararna. Já, hver er bestur í þessari umferð? Herðu, Helgi með 2, sá leikur gleymist aðeins kannski, vant síðan var. Já, Helgi Guðjóns. Já. Sko Marín. Þennan mútið K.R. vinna 3-2. Davíð þarna, afsendin stóri. Davíð Helgi, já. Æ, kannski ofmátt en hann er það er uník strákur. Já, hann er alveg rosalega blur. Sko Atli, 2 mörk, samfærdi sigur. Alfa Conte með þetta frábæra sigurmark. Já, geðveikt mark. Líka geðveikt viðtal við hann eftir leik. Það er bara, þú settir hann bara saman. Já, ég miða það ángað. Það er ekkert flókið. Sko, fagnar þessum boltatækjunum. Fann aðeins með mínum mann í markinu, Dóra, að hann búinn að lesa þetta. Hann búið að lesa þetta. Hann sá alveg hvert það var að fara að setja hann. Við munum að varði svona á móti Káa. Já, bara svakalega varsla. Loka myndinni bara. Já. Og hann var alveg búinn að lesa, hann bara náði ekki alveg. Það vantaði smá bóna á hann, bara hlaupa í hóttið. Já, hlaupa í hóttið og láta sig vaða. Herðu, stjórinn, þennan hérna. Hvernig völdu við leikmanninn? Já, fyrir svolítið eftir hvað leikmann. Helga Guðjóns. Helga Guðjóns. Já. Það er rétt. Sko. Halli Guðmunds er þá þjálfarinn. Já, sammála því. Það er annarkort hann eða Rúnar. Svo er það búðingurinn. Er það ekki bara búðingurinn? Það er bara mitt fólk á Akureyri. Akureyri? Já. Kaupstaðurinn sem slíkur. Bara bæði Ká og Þór bara eru bara léleg. Já. Og nú það bara hendi aukaæfingar þarna. Æfa meira, kannski fara í æfingar, fara til Húsavíkur eða eitthvað. Já. Það þarf að gera eitthvað. Heimsækja Dallas. Já. Og svo bara alveg í lokin, ég meina frábærsigur hjá Breiðabliki á Víkingunum, þar sem að við vorum að hrósa Sölva hérna fyrir að pikka rétt lið og svona. Þarna gera hann skelfileg mistök kallinn, bara að halda áfram að spila þessum gæjum. Var þetta eitthvað sem hann var bara augljóslega bara búin að ákveða og segja við leikmenn að þú fær þennan leik, byggarinn, oft rúlar fólk einhvern veginn hópnum. Þetta hefur verið bara þannig dæmi. Þetta er samt líka bara, þetta er kannski staðan á byggarnum hjá okkur í Íslandi. Já. Það er bara ekki gott. Við erum ekki með neinar hefðir þegar kemur þessum byggar okkar núna. Þeir eru búin að vaska þessu öllu, þessi leikur fór. Hvenær var þetta spilað á Íslandi? Var þetta í hádeginu og sundegi? Já. Þetta svo sem var, þú veist, bara eins og leikmenn sem hafa verið í rosalega stóru hlutverkum hjá Víkingum í langa tíma. Svo Erlingur Ragnarsson, ekki takti. Nei. Spila bara lítið. Sama eiginlega með Viktor Örlyg. Þú veist, þeir eru bara svona, þú veist, það var að spila minna. Það er ekki bara takturinn eins. Það var ekki sama ótrúlega þétta Víkingslið og við erum vön að sjá. Og að samaskapi vel gert hjá Ólaf Inga. Já, virkilega vel gert. Þetta var aðeins svo mikið af breytingum. Ég skildi ekki alveg. Úr undanúrslitum móti Breiðablik. Ég veit að Evrópa er að koma, en þú átt næsta leik heima á móti Káa. Af hverju ótir ekki hópnum þar? Og úrslitaleikurinn er eins og hann er, sko. En segjandi það, ég veit að staðan er samt 0-0 þegar þessa kanonu kom inn á. Já. Og þetta var bara mjög góð framistæð hjá Breiðablik. Mikið að góða framistæð við ungu leikmannum. Gabriel virkilega öflugur. Flott sigur hjá Blikunum og þeir bæta auðvitað úrslitareik, þá eru það annarkvort afturölding eða Fylkir. Er þið bara alveg lókin afturöldingunnu Ægi 8-1. Já. Hvað var með Holtan með Fernu?
hafið séð mörkin sem að Fyrri hálfleik bara held ég sko. Er þið búin að sjá okkar mörkin? Nei, ég er ekki Ég er ekki með svo gafst ekki tími til. Nei, ég skal segja ykkur það að sko, Áfall já, þetta er svona það lítur ekki vel út sko en þetta er það klaufaleg mörk sem að þessu að þetta getur ekki verið eitthvað þú veist, Held að þessi verið að fara að hendi svo fyrir okkur hérna ég veit ekki alveg hvað ég á að segja Nei. það er bara mjög skrítið mörkan þetta er einhvern veginn Já, ég skil það er bara of mikið bulla Þetta er svona smá, svona okkur trúða festival í gangi já, bara, þú veist þetta er nokkuð fáránleg mörk og menn, þetta er ekki ægisliðið sem ég hef séð Nei, nei. ægin er bara að vera fínir Já, við erum búin að tala á svolítið upp hérna. já, Hvað heldur að vera káaleikmaður í dag? Sjá þessi úrslit. Þetta Já. sló okkur bara út. Með sem er 2-3 stóra posta bara á bekknum og gera það. Þetta er áfall. það held ég ætla bara að hleypa ykkur út í daginn, Dryggis það verður skemmtilegur dagur Sammála því gaman að taka vinnudaginn og vita af HM býðmanns Ekkert nema fótbolti Svona það vera já, fyrstileikurinn er klukkan 5 svo klukkan 9 og svo klukkan 1 í nótt Þetta er geðveikir leiktímar. Sérstaklega þessi fyrstu 2. Það er sko, 5 leikinn svo færu smá bríðar til þess að fá eitthvað að geta. Ef hinn væri sem 23:30 þá er þetta, myndi ég segja, sweet spot já, Þetta er svolítið seintin í nóttina svona fyrir það að maður þarf að vakna þið svona með börnin og svona en maður lætur sig hafa það Jú. já, ég held ég Mexiko úr Ecuador Maður byrjar já, maður byrja, já Ég sofnaði í sófórum núna í nótt ég svo bara fyrst með öll að viðkynna það Þetta er rétt raðað hjá þeim allavega. Já, með það þessa leiki. og náttúrulega, þú veist Já, Upp á Suður-Ameríka, liðin og Mexíkó svona. Já. Herru, ég ætla að þakka mínum mönnum Arnóri og Dada Ómars fyrir að taka þetta upp hjá mér á YouTube Dóttarfútból þakkar kærlega fyrir sig, við erum